Við förum úr íþróttunum yfir í geðheilbrigðismálin því á morgun 10. október geðheilbrigðisdagurinn og þær eru komnar hingað til mín Pálína Sigrún Halldórsdóttir og Sonja Rún Magnúsdóttir frá Grófinni. Verið velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir að koma í þáttinn. Ég veit að COVID náttúrulega hefur sett strik í reikninginn. Þið ætluðu að bjóða fólki í Grófina á morgun, það ekki? Jú. Við ætlum að bjóða fólki í Grófina, bæði til þess að koma og kynna sér starfsemin okkar og taka þátt í afmæli. Grófin er 7 ára á þessum degi. Einmitt, þetta er afmæli líka. Já, þetta er afmæli líka og svo ætlum við líka að kynna nýju bókina frá Geðvendafélaginu. Geðvendafélagið er svona guðmóðir eða guðfaðir Grófarinnar og var stofnað 74 og tók þátt í stofnun Grófarinnar. Það er svona afsprengi Geðvendafélagsins. Það voru sérst að gefa út þessa bók sem við ætlum að hafa útgáfu titti fyrir. En við þurfum að fresta því aðeins. Já. Bókin Fasti Eymundsson, þetta er mjög merkilegt rit og segir nefnilega frá stofnun Grófarinnar í þessu. Einmitt. Og kannski fyrir þá sem heima sitt og þekki ekki til, eigum að fara kannski bara svolítið yfir hvað felst í starfsemi Grófarinnar. Við erum samastæður fyrir fólk sem hefur átt við andlegar áskoranir að stríða. Þannig að fólk getur komið til okkar og við vinnum á hugmyndafræði valdeflingar og vinnum á jafningagrundvelli. Þannig að við erum svona samfélag, við styðjum hvort annað fyrst og fremst. Já. Og það getur hver sem er leitað til Grófarinnar, er það ekki? Jú, Grófin er fyrir fólk sem er 18 ára og eldra. Já. Og hefur átt við einhver andlega vanlíðan að stríða. Já. Eða er félagslega einangráð eða sem líður á einhvern hátt illa. Það er ekkert endilega þannig að þú þurfur að vera búin að vera veikur í mörg ár. Nei, alls ekki. Einmitt. Heldur þetta svona stuðningur. Þar sem að fólk hefur reynslu af einhverju svona og hefur leitað til fengið einhverja aðstoð í kerfinu og getur miðlað sinni reynslu og unnið saman sem hópur. Já, einmitt. Maður þarf ekki að hafa lagst inn á geðdeild eða eitthvað. Nei, alls ekki. Þarf ekki að hafa neina greiningar eða neitt. Við erum bara til staðar fyrir fólk. Já, einmitt. Það er kannski ekki allir sem gera sér grein fyrir því. Nei, og það er reyndar, þegar þú segir þá heldur fólk ofta að kosta eitthvað að koma og vera með. En það er alls ekki þannig. Við erum bara opið úrræði. Já. Og fólk getur bara hringt, það getur kíkt á heimasíðuna eða bara komið. Við erum opið frá 10 til 3 og það er líka aðstandendur. Þetta er líka fyrir aðstandendur og þá sem hafa bara áhuga á geðheilbrigði almennt. Já. Höfum verið svona í ýmsu fræðslu og við erum með ágætis fundarsal og þarna hafa verið haldið námskeið og fyrirlestrar á þessu sviði. Já. ADHD-samtökin er nú einu sinni í mánuði hjá okkur. Já. Með fyrirlestra eða fá þá fyrirlestra. Þannig að við erum vettvangur fyrir fólk sem vill leggja þessu lið. Það er líka gott kannski að taka fram að allir innan Grófarinnar eru bundnir trúnaði. Já. Þannig að það er alltaf hægt að koma aðeins af áhyggjur af því að eitthvað fréttist. Það er stundum svona smá tabú ennþá í samfélaginu því miður þegar kemur að umræðu geðheilbrigði og geðheilsu. Já. Þrátt fyrir alla vitundavakningu sem er átt sér stað. Þannig að við erum með að reyna að vinna að því að svona farga því svolítið, að reyna að komast hjá því að við þurfum ófeimna umræðu geðheilbrigði. Öðruvísi breytist ekki neitt. Nei, vissulega. Og Grófin er, fyrir þá sem ekki vita, staðsett í Hafnarstræti á Akureyri. Já. Í göngugötunni. Á 4. hæð. Á 4. hæð, besta stað í bænum. Einmitt. Og finnið þið fyrir, svona, út frá þessu tali vitundavakningu og svona, finnið þið fyrir mun hefur aukist aðsókn í Grófina á undanförnum árum? Aðsóknin er búin að vera ansi stöðug. Það eru svona yfirleitt svona 60 virkir notendur á, ekki á hverjum degi, en virkir notendur á hverjum tíma. En við viljum til dæmis svona reyna að ná meira til unga fólksins og þess vegna nú Sonja kom í starf verkefnastjóri hjá okkur að svona endurvekja unghugastarfið þannig að unga fólkið leiti til okkar áður en allt fer í kannski mikil vandræði. Það við séum svona aðeins að koma fyrir inn
koma við erum náttúrulega að kynna í skólum, grunnskólum, við höfum verið með geðfræðslu í grunnskólum og framhaldsskólum og svona kynna okkar starf þannig að þau hafi eitthvað í að leita þar sem þau geta hitt sína jafningja áður en að, þetta fer í það að þeim finnst þau þurfa að leggjast inn á geðdeild eitthvað svoleiðis. Já. Það sé, það sé gripið fyrr inn í. Gripið fyrr inn í og það sé eitthvað þar sem þú getur svona fundið þig öruggan með að ræða þín mál. Það líka algengara að fólk undir 30 að brenna út, þú veist, að fá kulnunu starfi, að orðið einmana og veit ekki hvert þá að leita. Nei, einmitt. Þannig að þess vegna þarf þessa fræðslu. Já. Og bara ótrúlega dýrmætt og magnað að þetta úrræði sé í boði og mikilvægt að fólk viti af því. Leiðilegt að það sé ekki hægt að halda þetta afmæli og upp á þennan merkilega dag, geðheilbrigðisdaginn á morgun eins og tilstóð. En koma tímar, koma ráð, allir verður ekki bara auglýst þegar að færi gefst. Jú, og það var eins að við ætluðum líka, það er árlega geðrækta messa. Á þessari helgi, akkurat þarna, í tilefni á þessum degi og það þarf að fresta henni líka. Já. Og svo erum við nú svona, það er svona ýmislegt í deglinu, fá heimsókn frá Hugarafli og það hefur þurft að fresta og heimsókn frá Bataskólanum og fræðslu og við vitum ekki alveg hvernig það fer en það er svona ýmislegt í farvatninu og við notum bara tíman til að byggja okkur upp og við erum náttúrulega með opið þannig að þegar að fólki líður illa þá getur það hringt og það gerir það. Það notar síman og líka höfum við verið aðeins að bjóða upp á Zoom-fundi þegar að þarf að loka og kannski gerum við það ef að þetta herðist eitthvað. Einmitt. Við bara hvetjum alla sem líður illa og þurfa á aðstoð að halda til þess að setja sig í samband við ykkur og auðvitað alla til þess að fylgjast með hvenær verður hægt að gera þessu afmæli skil og halda upp á það. Bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna til mín í þáttinn og gangi ykkur vel áfram. Takk kærlega fyrir okkur.